að missa strætó. Já, ég alveg að koma. Skóginum stóð komi einn, sagði jól. Þið þekkið þetta betur en ég. Við krakkar. Gæti ég fengið athygli hérna? Ólafur heiti ég, yfirmaður rannsóknarlögreglunnar og ég tek núna yfir rannsóknina. Herðu, já, hvað segirðu? Hvað skuldaði mikinn pening? Já, þetta 45 kall. Ok, ertu ekki með eitthvað reikningsnúmer sem ég get bara lagt inn á þig? Þetta svart náttúrulega, sko. Nú, var alveg samið það? Já, þú veist, það alltaf svoleiðis. Já. Herru, hérna getum við nokkuð klárað þetta, ég var mættur hana. Skemmtilega heldur en að ræna bankann. Hvernig gerðist þetta eiginlega? Sérst, ræninginn hann kemur hingað inn, vopnar haglabyssu og hann hérna ógnar starfsfólkinu og þau náttúrulega skítrætt og tæmir alla peningin hennar, svo fer hann með þau niður í peningakemsluna, tæmir allt þar og læsir þau inni. Ok, og hérna, hvar varst þú? Nei. Já, ég var sérst á jólaballinu. Ég er skemmtinefnd, þannig ég skiplaði jólaball og... Já. En þú? Já, ég var líka þar. Ég var með dóttur mín á ballinu, sko. Hún var svo spennt að sjá jólasveinin. Ok, en varstu þú ekki að passa bankann? Nei. Já, jú, þannig. Ég brá mig bara aðeins frá til að sjá jólasveinin. Já, en þegar þú varst búinn að sjá jólasveinin? Já. Nei, það var hinn. Hinn? Voru þið tveir? Voru jólasveininni tveir? Já, það var sérst, annar var að skemmta okkur og hinn var að ræna bankana með hann. Ok. Hann var mjög góður. Rosalega góður. Ég hef aldrei séð svona góðan jólasvein áður. Þess kröst, herðu, eigum við að hérna kannski að skoða salinn? Já, komdu bara hérna með mér. Það er smá spölur hérna. Skotin maður. Gleðileg jól! Hvar er allir? Heyrðu, hvað? Slakur. Heyrðu, hvað er þetta? Foskar? Heyrðu, ég var fengið til að koma hérna. Heyrðu, passi búningir, hann er svo illa saumaður. Hvað er að gerast þetta? Komin til að skemmta, segirðu. Já, það er það sem ég geri. Já. Þau ert ekki að berja fólk. Nei, ég löngu hættur þetta svoleiðis. En veitu, af hverju komstu aftur í bankann eftir að þú varst búinn að ræna? Ég rændi ekki bankann.
Ég var að skemmta hérna út í bæ og svo kom ég beint hingað. Já, þetta er enda rétt hjá hann. Hann var bókaður, hann var bara alltaf seinn. Já, en það er að því ég á tvíbókaður. Það er brjálega að gera. Hvað þá með alla þessa peninga? Þú veist, þetta eru bara peningar fyrir jólasveinabusinessin. Já, einmitt. Bankinn, hann er rændur af manni sem er dulbúinn eins og jólasveinn. Og í bílnum þínum finnast fullt af peningum og þú ert klæddur eins og jólasveinn. Er það tilviljun? Nei. Jú, já, það er það. Það er tilviljun. Þú veist, það eru jól og ég er ekki eini jólasveinninn hérna á landinu. Nei, einmitt. Af því að þetta er úthugsað hjá þér. Þú rænir bankann, dulbúinn eins og jólasveinn, einmitt þegar bærinn er stútfullur af jólasveinum. Hver var með þér í þessu? Ég rændi ekki bankann. Nú, hvað þá með alla þessa peninga? Já, ég fæ bara stundum borga í seðlum. Nú, svart þá eða? Heyrðu, hérna, slaka þess á. Nei, ég hef fengið borga í seðlum. Já. Það hefur komið fyrir. Þú ert með 500.000 í seðlum. Hvar er restin af peningunum? Shit, hvað þú ert leiðilegur. Vinnur sem jólasveinn. Allt borgað svart. Nei, það er ekkert allt borgað svart. Ég fengi svarta krónur hérna, bara hér stundum af og til. Þetta er rétt hjá honum. Hann var að skemmt út allan bæ í dag á sama tíma og ránið var framið. Það sannar ekki neitt. Þú veist það alveg sjálfur. Heyrðu, félagi, er í lagi fá að fara? Þú veist, það er fullt af krökkum að býja til jólasinum og ég er hann alltaf seinn. Verður ekki að leyfa honum að fara? Já. Flott. Leyfum honum bara að fara. Gleðileg jól. Komið sæl. Bankarán var framið við Strandgötu í Hafnarfirði klukkan 1:30 í dag. Við viljum benda foreldrum á að efni með þessar frétt gæti hugsanlega spillt jólatöfrunum hjá yngstu áhorfendunum. En við skulum skipta yfir á fréttamann okkar sem er staddur við útibú Íslandsbanka við Strandgötu í Hafnarfirði. Það var hérna á slaginu 15:30 sem 2 menn, dulbúnir sem jólasveinar, ruddust inn aðaldir útibúsins. Á sama tíma var jólaball í bankanum. Annar jólasveinn fór að skemmta á ballinu á meðan hinn rændi bankann. Að sögn sérfræðinga er þetta eitt stærsta bankan. Ertu að leita að þessu, Guðrún mín? Og þarna hafi fagmenn verið að verki. Vel skipulagt og úthugsað bankarán. Við náðum tala af Laufeyju Gylfadóttur, starfsmanni bankans. Geturðu sagt okkur hvað gerðist? Nei, varla sko, við erum bara öll í hálfgerðu sjokki. Ég náttúrulega sjálf tók á móti ræningjónum og vísaði minn á jólaballið. Við vorum búin að bíða í 20 mínútur eftir jólasveinunum og vorum hrædd kannski að hann myndi ekki koma. Er eitthvað í fréttum? Og þarna... Ekkert sérstakt. Kom hann, þannig að hún náttúrulega okkur mjög vel. Einhverjir rændu banka. Já, við alls ekki vona þessu. Starfsmaður bankans segir að dagsetningin í dag sé engin tilviljun, enda síðasti Stærsta dagur fyrir jól bankarán og sögunnar, segja bankinn þeir. fullur af seðlum. Lögreglan verst allra frétta í... Andskotin. Við getum tekið fyrir að drekka landa kannski. Hérna, leyfum við bara að fara. Hringt í foreldrarna og komum sér liðið burtu. Ok. Halló, Ólafur. Sæll, Arnaldur hérna? Já. Sæll og blessaður. Hvað segirðu gott? Já. Ég var nú að frétta af þessu bankaráni. Já, einmitt. Akkurat. Já, og hvað getur sagt mér um þetta? Það bara gengur alveg svakalega vel. Við erum bara að fara að loka þessu bara mjög bráðlega, sko. Já, ok, það er nú gott að heyra. Nú frekar vont að vera hérna út og geta ekki stjórnað þessum aðgerðum almennilega. Óli, ertu viss um að ráða við þetta? Já, auðvitað. Ég meina, við vitum að þetta er helvítiðan borgtúr, Unnsteinsson. Ég er ekki viss með þetta. Herðu, Arnaldur. Óli. Arnaldur, þetta komið? Ok. Hvað eru að tala um stóra íbúð? Bara litla svona. Ég held við alveg efna á 2 herbergja íbúð. Hvernig eigum að koma
peningunum í umferð. Já, þú meinar. Ég hafði nú ekki hugsað út í það. Getum við ekki lagt þá bara inn í bankann? Það væri mátuleg þá. Jæja, komum inn. Hvernig get ég hjálpað ykkur? Já, hún ætlar að kaupa íbúð. Já, ok. Og hvernig? Bara einhverja litla hérna í Hafnarfirðinum. Hvernig líst ykkur á þessa hérna? Já, þessi er flott. Ha. Hvernig er með greiðslu? Með greiðslu? Hvað áttu við? Er þetta að borga þetta með seðlum? Já. Þetta er auðvitað vanir menn. Þetta eru menn 30. Getur verið aðeins eldri, kannski svona 28-40. Út örugt með myndir að maður að skoða bankan. Og síðustu 23 vikum hafa þið komið að skoða bankan. Það er örugt. Ok. Hörðu, við þurfum að redda þá hérna öllum eftirlitsmyndavélum og bankunum, helst bara allt í kringu bankan, búðir og allt þetta í kring síðustu 3 vikur. Ok. Já, bara go, núna. Ok. Þetta eru atvinnumenn. Þeir hafa gert eitthvað þessu líkt áður. Þetta eru menn í góðu líkamlegu formi. Siðlausir menn. Svífast einskis. Þau ekki híka við að hleypa af ef einhver hefði veitt af mér. Djöfull er gott að fá því, maður. Sæll. Sæll. Ertu að finna eitthvað á þessum eftirlitsmyndavélum? Já, alveg helling sko. Nú? Hvað fannstu? Ég fann Borgþór vera að skoða allar myndavélarnar í bankanum rétt áður en ránið var framið. Nei? Í alvöru? Já, þetta var í síðustu viku. Viltu ekki bara koma að sjá þetta? Já, hörðu, já, ég er bara rétt að koma. Hérna, ekki segja neinu neitt, ekki neitt, ok? Ég er komin eftir 5 mínútur, ok? Yes! Hann var alveg til í þetta. Þú veist hvernig þeir eru. Er þetta ekki allt og áhættusamt? Ég veit það ekki. Það er fullt af fólki sem treystir ekki bönkunum og er með allt sitt í seðlum. Ég veit það ekki. Treyst honum ekki alveg svolítið skrítinn svona. Rakel mín. Hæ. Sæl, komdu. Hæ. Hvað er sæti? Hæ, já, mín. Jæja. Hvað segið þið? Við segjum bara allt ljómandi. Já. Hérna, þú hatt meira á sig hald en ég. Við vorum að skoða íbúð. Já, sko ykkur. Og hvað? Bara, mér leist mjög vel á hana.
Og ætlið þið þá að flytja þangað saman? Nei, bara ég. Nei, Pétur verður bara áfram að lífinu. Ég vil benda vistmönnum á að breyting hefur orðið á 8. grein, eins og ég sagði frá því síðasta fréttabréfi. Hún hljómar núna svona. Vistmönnum er skylt að ganga friðarlega og hljóðlega séreign herbergja. What? Fólk þarf, þetta er lögreglan, viltu opna hurðina? Já, inn bara. Það er ekki flókið. Ó nei, bara... Þú ert hér með handekinn. Er þið með heimild eða? Er það að setja mig í handja? Komdu. Slaka á. Ertu ekki að grínast? Þú ert hér með handtekinn grunaður að eiga aðild að stórfelldu bankaráni. Þú ert ekki að tjá þig sakarefni frekar en þú vilt, en ef þú kýst að gera það, þá skaltu segja satt og rétt frá. Þú ert rétt á lögfræðingi á öllum stigum málsins og anskotinn, ég er ekki með restina af þessu. Og þú ert rétt að fá skipaðan verjand? Ertu að reyna að segja það? Já, einmitt, það var það. Herðu, við skulum koma. Veistu það, ég verð frjáls áður en þú kemst upp á stöðu. Já, það er flott. Þá er best að ég sé með þér í bíl. Áttu hún engan að? Konu? Jú, þær voru nokkrar. En það var enginn sem hentaði mér vel svona til lengri tíma. Ég var eins og fiðrildi, ég var á ferðalöfum út allra trissur og mátti ekkert vera að ég að stofna einhverja fjölskyldu. Ó, þetta ágætur. Og er þetta ekki bara einhverjir aðrir sem voru á þessum skemmtum sem þú þykist að vera á? Það bankið á rættur. Nei. Ég var á þessu skemmtunum. Ég get sannaði fyrir þig. Já, ok. Já. Ég á bókar á allar staði. Já, bóka. Ég meina það geta alveg hafa verið einhverjir aðrir. Starfsmenninni þínir. Starfsmenninni mínir? Nei. Nei, en hvernig ætlar að sanna að það eru allir dulbúnir? Á þessi vitleysa að vera í allan dag eða ætlar að fara að sleppa mér? Þekktir þú jólasveinana sem að rændu bankann? Hvað meinaru? Jólasveinana? Æ, kallið minn. Nú skil ég. Trúir á þá? Trúir á jólasveinana? Hvað ertu gamall? Ekki þú. Reyna að vera með stæla við mig. Ok. Nei. Ég þekkti ekki jólasveinin. Flottur. Ánægður. Sáttur. Hvað? Við þurfum að láta að fara. Við höfum ekkert á hann. Lögfræðingur sem hringdi þér alveg brjálaður. Þið eru svo mikli fávitar. Við náðu þér. Við náðu þér. Ég lofa þér því að við komum þér á bak við lás og slá. Flott hjá ykkur. Gangiði vel. Þú mátt fara. Já, eða ekki. Hæ, pabbi. Boggi, þú trúir þessu ekki, maður. Það voru einhverjir gamlingar hérna á elliheimilinu sem að rændu Íslandsbanka. Hvað ert að rugla, pabbi minn? Það getur ekki verið.
Hlustaðu á mig, ég að segja þér að ég sverða. Ég fann afsagaða haglabyssu og jólasveinabúninga ofan í skuffu hjá þessu liði og fullan poka peningum. Já, ok. Spennandi. Ertu viss þetta? Ég sé 100.000% viss. Yes. Pabbi. Dæm. Pabbi, ertu þarna? Halló? Borgþór, treystu mér í þessu. Þau eru að labba hérna framhjá, maður sér það bara á svipnum á þeim núna, sko. Þetta allt annað fólk heldur að lítur út fyrir að vera, sko. Heyrðu, ég renni við og tjekka á þessu. Erum við ekki búnir? Já. Æ, takk fyrir það, pabbi. Ok, geggja. Já. Það er eins gott þú hafið rétt fyrir þig. Ég veit, þetta er fucked up, sko. Sko, það geta ekki verið margir svona pokar í umferð. Já, ef við finnum pokan þá finnum við renningina. Já, vonandi. Hvað? Sæll, Arnaldur hérna? Já, blessaður. Hvað, hvernig er veðrið þarna úti? Veðrið, það er bara þokkalegt, þakka þér fyrir, en hvernig gengur rannsóknina? Bara mjög vel, já. Hvað, hafið þið náð að versla eitthvað? Óli, hvernig gengur með rannsóknina? Herðu, þetta er bara allt að koma, sko. Ha, flott. Ég ætla að koma heim með flugi helgina. Hvað helgi? Þú ert ekki að koma fyrir eftir viku? Nei, þetta er stórt mál. Og það gengur ekkert og þess vegna ætla ég að koma heim. Já. En þú veist, ég er alveg með þetta. Sendu mér allar uppfærðar upplýsingar um málið. Já, en þetta er allt under control, sko. Óli, mér er alveg sama. Sendu mér það sem ég vantar og allt annað sem þið eru með, ok? Já, roger that, sir. Það var aldeilis frábært. Sjá svipinn á krökkunum. En aldrei hefði dottið í huga að þetta væri svona erfitt. Það rann svolítið fram með svitinn. Er sleið með þig? Já. Það er alltaf leið. Smá kvef. Þú var svo góður að þú hefði gett orðið leikari. Ég lék nú í nokkrum áhugaleiksýningum þegar ég var yngri. Svo seinna þá vann ég sem dansari í Köpen. Dansari? Já. Pétur og Hófi, hvar eru þau? Ha, í hvað herbergi eru þau? Er einhverjum? Allt þú kjafti. Kjafti sjálfur. Þetta er villimaðurinn og blöðunum sem er að koma hérna niður ganginn. Góðan daginn. Það voru peningar í það. Eða þú? Ég veit ekki. Ég veit ekki. Hefur þú séð peningar í það? Nei! Ekki láta fá peningana! Hérna. Var þetta flókið eða? Þakka þér fyrir. Er allt hérna? Það er nú vel með ykkur.
Taka þessa tösku hérna líka, eða ekki? Slepptu. Viljið þið ekki bara fara að prjóna? Ha? Eða legg ykkur? Allt í lagi, Pétur minn. Já, smá brjósviði bara. Hvernig stendur á því að Borgþór er að ónáða gamalmennu miðjandag? Guð minn góður, ég? Já. Veistu, ég hef bara ekki hugmynd það. Er það vitað að það hafi verið þessi þarna Borgþór? Borgþór? Já, það þekki allir hennar gaur. En hvað er hann að vilja hingað? Bara ekki hugmynd. Þú? Hvað, þú hérna? Hvaða vesen er á þér núna? Hvað kom eiginlega fyrir hér? Eigum við ekki að tala saman eða sem við erum ekki að trufla? Nei, þetta er allt í lagi. Ég er bara aðeins að slaka á. Já, þið getið þá þessi bara sagt mér hvað gerðist hérna eiginlega. Hvað meinar? Af hverju er hættulegasti glæpamaður á Íslandi að abbast upp á ykkur? Já, það veit ég ekki. Hvað gerðist? Sko ég var nú bara svona þurrk af og Pétur var að reyna að leggja sig og það bara ríðist þessi ribbaldi á okkur. Og bara hótaði okkur. Hóta ykkur? Hverju var hann að hóta? Bara hótaði með okkur. Ef við létum hann ekki hafa bara... Pillurnar okkar? Pillurnar? Já. Já, nákvæmlega, pillurnar okkar. Okay. Og? Ég bara lét hann hafa pillubósið. Og fór hann svo bara að það? Já, það fór hann bara. Já, hann tók veskið mitt líka. Við erum búin að eiga í mörg ár. Þú kannast nú kannski við að ég slóði með því. Já, sko, þið þurfum náttúrulega bæði til að koma niður á stöð og gefa greinagóða skýrslu og leggja fram kæru. Kæru? Já. Við höfum engan áhuga að kæra. Nei, þetta var eldgamalt veskið, má bara eiga það. Hörðu, þið gerið þið komandi grein fyrir því að þetta er stór hættulegur náungi. Hann svífst einskis. Já, hefur hann nú ekki róast svona í seinni tíð eða eitthvað hefur maður heyrt það? Hérna? Sko, við höfum engan áhuga að kæra. Vonandi tekur hann bara þessar pillur og hann ætti þá að róast aðeins. Hörðu, gott og vel. Já. Allt í lagi þá. Ég vona þú pressistunur. Já. Það er allt í lagi, Pétur. Já, þetta er smá bara brjósviði. Ætla að djamma öll jólin, það er jólafrí, Svenki gammur bjór í skóin. Amma komst að djamma og tjekkaði bjórin, því það er jólafrí. Það er komið jólafrí. Blessaði, pabbi. Sko, ég ætla bara að láta þið vita að ég get ekki verið að bjarga á þér raskatinu endalaust. Ég var búinn að banna þér að koma hingað. Svo kemur hérna til að hrella gamla fólki, til þess að stela því dóp. Dóp? Ertu orðinn eitthvað ruglað? Gamla fólki sagði mér hvað þú gerðir. Þú kemur hingað æðandi gangana, öskrandi og æpandi. Já, dópi, hérna, já, einmitt, hérna. Já, sorry með það. Borgþór, sko, dóttir þín verður tekin af þér
ef þú ert komin í svona dóprögl. Já, Þú þarft að taka þér saman í andlitinu. Já, sorry með það, pabbi minn. Pabbi. Sæll Pétur. Já. Bergur heiti ég, læknir hérna á staðnum. Finnur einhvers stað til? Nei, ekki þannig, sko. Ég hef smá svona seyðingur í brjóstinu sem er brjóssuð á. Svo er ég svolítið orkulaus. Hefurðu verið undir miklu álagi, mikil streita undanfarið? Nei, ekki þannig, sko. Sæl, hófið mín. Já, ég vildi bara segja að mér þykir þetta leitt meðan Pétur. Sko, við ætlum að hafa samband við ættingans en við finnum einhver. Veist þú eitthvað um það? Ég skal bara sjá um það. Ok, já, flott. Get ég kannski fengið að sjá hann? Já, það lítur að vera. Já. Ok, já, flott, mjög gott. Arnaldur? Já, ég er komin heim. Einmitt. Ok. Sæl Rakel mín. Nú þarf ég að biðja að gera mig greiða. Ég benda þér á að ég ekki bara í símum hjá bandinu fyrir fólk að þínu kvíða sig þetta. Skotin. Elsku kallinn. Þú áttu nú ekki að fara svona. En þetta fer allt vel, ég lofa því. Þú ætlar að verða 100 ára, manstu? Við höfum verk að vinna. Ótrúlegur þessi gaur. Borgþór. Sjálf hver hann á við að drepa hann. Skil ekki svona lið. Ég meina þarf heimurinn að vita í hvert skipti sem hann sest á tóknina. Andor tók veskið mitt líka. Þú kannast nú kannski við að ég slóði með því. Hei, þetta er taskan. Hvaða taska? Þetta er helvítis taskan sem hann stal á gömlukúnni. Veitu, er þetta ekki pókinn sem við erum að leita? Jú! Þetta er pókinn. Yes! We got him! Hvað segir þið? Hvað er að gerast? We got him! Og bara velkomin heim. Já, takk. Heyrðu, já. Drífa sig!
Hvað í gangi hérna? Komdu með peningana. Peningana? Hvað ertu að tala um? Hvaða peninga? Ert þetta þú? Hvað ert þú að gera þetta? Komdu með peningana eða ég skýt. Jæja, ég sækja það bara núna. Sett það bara hérna á mig. Dóttur. Ég sver. Hvað ætlaðu að gera núna? Skilaði peningunum. Hvað meinarðu neip? Hvað er með peninguna? Alla ætlar að fara að skjóta gamla kettlingu. Hei, bíði! Hei, ég skýt ykkur! Pátó! Byssa, passið ykkur, hann er vopnaður! Pátó, legðu frá þér byssuna, þú ert hljókring það! Ég geti gleymt þessu, þið náðu mér aldrei! Ég er vopnaður! Skoti! Kótredd! Það var óvart! Skjótið hann ef það gerst! Skjóta? Við erum ekki einu sinni með byssur. Sorry! Það slys! Þú ert svo mikill nagli, amma. Drífum okkur. Herra, pabbi, ég er í algjörum vandræðum núna, sko. Af hverju ertu að hringja í mig? Þú verður að hjálpa mér. Lögreglan er búin að umkringja húsið hérna. Guð góður. Sko, ég held að þú ætti bara að vinna eitthvað úr þessu sjálfur. Þú lærir kannski eitthvað af því. Pabbi! Ok, ég er að koma út! Ég gefst upp! Sorry! Hérna, Já, bara. Afsakið! Bara, sorry, ég á ekki þessa byssu, það var gömul kona sem á þessa byssu. Krakkar, ég ætla ekki að fara að skjóta hérna. Á, öxlin. Ég sverða það, ég átti ekki þessa byssu. Það var gömul kona sem átti hana. Hey, þú voru að hlusta á mig, heyrðu. Ég meina, hvernig er þjóðfélag að verða þegar eldgamla konur með afsagaðar haglabyssur? Hvað er til að mikið? Ég veit það ekki. Eitthvað slatti. Og hvað? Rændir þú bara banka til þess að kaupa þér íbúð? Ég rændi engan. Ég fór bara og náði peningana sem banki var búinn að stela af okkur. Og hvað núna? Ætlar bara að fara og kaupa þessa íbúð? Já, eða... Nú Pétur lifir þetta þá kannski bara þoli hann eitthvað lengur. Akkur voru við þá að ræna þessa borgþóri? Nei, sko, þetta eru okkar peningar. Það eru við sem ákveðum hvað á að gera við þá. Nú bara finnum við eitthvað góðgerðarfélag. Jólasveinabúningar. Strigabókin. Heyrðu, það er fullt af peningum hérna. Já, var það ekki? Jú, alveg marga milljónir. Jæja, strákar, þetta er ekki flókið. Þetta komið bara, held ég. Já, ég held það. Og svo vona ég bara að sumabúðirnar njóti góðs af þessari litlu gjöf með vinsemd og virðingu. Svo bara settum við til póst. Já.
handtók Borgþór Unnsteinsson á heimili hans klukkan 7 í kvöld. Hann grunaður að hafa rænt Íslandsbanka við Strandgötu í Hafnarfirði 17. desember. Borgþór veitti talsverða mótspyrnu og skaut úr afsagaðri haglabyssu á lögreglu hann ætlaði að handtaka hann. Þá sömu byssu notaði Borgþór í bankaráninu að sögn Ólafs Valssonar yfir rannsóknarlögreglumanns sem stýrir rannsóknarmálum. Ertu alveg viss að vilja gera þetta? Alveg viss. Ég meina, drengurinn saklaus og ljótt að láta hann sitja inni fyrir eitthvað sem hann gerði ekki. Ég gef mig fram, það rétt. Peningurinn í góðum höndum. Lofaðu mér að lifa lífinu í Mílanó. Ég lofa því, amma. Takk fyrir allt. Högni Friðjónsson, formaður harmoníkufélagsins, puttabrotinn og því treystir hann sér ekki til að spila. Hann hafði samband við Haðerningafélagið og þeir eru til í að hlaupa í skarð. Þannig að þetta vandamál lengt. En miðaverðið mun hækka lítillega út af þessu, eðlilega, einhverja þúsundkall. Ég minni á að það skyldumæling. Ég ætlaði bara að fá að byrja á því að óska okkur öllum hjartanlega til hamingju með þennan frábæra árangur, virkilega vel gert. Loksins tókst okkur að koma honum Borgþóri á bakvið lás og slá. Að vísu fyrir skattsvik, það skiptir ekki öllu máli. Og aðalatrið á okkur tókst að upplýsa bankaránið. Vel gert, gefum okkur gott klapp. Gott klapp. Og svo var okkur að berast póstur. FBI. Það sem verið að bjóða mér að koma að halda ræðu í skólanum hjá FBI og segja frá því hvernig okkur tókst að leysa þetta snúna mál. Þannig að ég segi bara fjórfalt húrra fyrir okkur öllum. Hipp hipp húrra! Hipp hipp húrra! Hipp hipp húrra! Vel gert. Hæ, elsku amma mín. Núna ég loksins komin til Mílanó. Fer eftir nokkra daga að skoða skólan og ég mjög spennt. Þangað til ætla ég að njóta mín í borginni og skoða hverfin til að ákveða hvað ég myndi vilja búa á meðan ég í náminu í vetur. Ég sendi þér nokkra ljósmyndir en hér mjög margt áhugavert að skoða. Ég elska kaffihúsin og menninguna hérna. Elsku amma, ég hef mikið hugsað til þín. Ég vona að hafa það gott og allt sé í góðu lagi. Kveðjur frá Ítalíu. Þín Rakel. Jæja, Hófí mín. Þá það kvöldmaturinn. Það kjötsúpa og nýbakað brauð. Hvað má svo bjóða þér að drekka? Bara vatn, takk. Þið megið nú eiga það þeir eru afskaplega elskulegi hérna í fangelsinu. Við gerum okkar besta. Það kom gestur sem vill hitta þig. Ég vísaði hann bara inn. Var það ekki allt í lagi? Allt í fína. Verður þér góður. Pétur minn. Elsku vinur, hvað gaman að sjá þig. Þetta nú bara ekki sanngjarnt, sko. Hvað? Sko, Guðrún flutt í rúmið þitt og ég þarf að þola hana meðan þú hefur það bara fínt hérna í þessu fangelsi.
Ég átti nú líka minn þátt í þessu ráni, sko. Já. Hvað getum við gert til að koma mér hingað? Já, við hljótum að geta látið okkur þetta eitthvað í hug. Eftir stuttastund Út í geim, sænsk fjölskyldumynd frá 2016,